Nú ætlum við að fjalla bók sem var að koma út hjá hinu Íslenska bókmenntafélagi eftir Vilhjálm Árnason, prófessor í heimspeki, samræðu siðfræði. Þetta nú svið sem að þú hefur verið á alla þína starfsævi, eða ekki? Jú, má segja það. Já. Sko, ég sá bara frétt þetta að bóki var að koma út og mér fannst að ég verði að fá Vilhjálm til að koma því að við sittum hérna við rauðaborðið. Þess að við stundum samræðu linnulaust af því að við erum svona fjölmiðl og eitthvað geti haldið að við verðum að kannski segja fréttir og hitt sem að við stundum reynt og svona en það sem eiginlega eftir situr hjá okkur er eiginlega bara samræð. Og ef ég má vera aðeins svona sjálfhverfur þá horfum við á það til dæmis að við erum ekki að taka viðtöl. Heldur erum við að tala við fólk. Einmitt, já. Og það breytir svolítið hlutverki okkar af því að mér finnst að sá sess sem að blaðamenn höfðu, það sem gátu svona verið með fólki í yfirheyrslu eða talað í umboð einhvers að hann er eiginlega horfinn að þeirra stóru dómkirkjur blaðamennskunnar hrundu og eru eiginlega fallnar að þá hefur ekki þetta umboð lengur þannig ef ég tala við þig þá verð ég bara að tala við þig eins og Gunnar Smári sé að tala við Vilhjálm. Já. Þannig að sumiliti þá höfum við verið að leika okkur að færa það sem margir kannski halda sér viðtal yfir því að vera nær samræðu þannig að mér fannst þetta eiginlega svona bók sem var bara gefin út til okkur. Já, það sem að ég kannski einmitt munina kannski á viðtali og samtali er einmitt að samtali bara lítur svolítið sín megin lögmálum. Það fer í gang og við gleymum okkur vonandi. Það er eiginlega það sem held ég einkenni. Maður gleymir sér í samtali. Ég segi við bæði þá sem eru hérna megin og þarna megin. Þú þarft ekki að undirbúa. Þú er búin að vera undirbúið alla ævi. Já, það er það. Já, akkurat. En viðtalið þá ert þú með eitthvað dagskrá og einmitt. Það er svona, það er meira stýrt. Þetta er... Þú getur líka verið svona valdastaða. Jú, vissulega. Anskotan að þú að vilja upp á dekk með þessa bók. Já. Oft láta blaðamenn þannig. Láta við komum til svara fyrir sig og eða takandi bæna, það er einmitt. En það við höfum ákveðið að vera þarna, ekki kannski vitandi að það kom eitthvað út úr þessu, við veitum ekki alveg hvað kemur út úr þessu, en við höfum bara haldið þessu áfram í vonum að finnist eitthvað. Og þannig er það náttúrulega í samræðinu það ekki, að við byrjum að tala saman og það kemur eitthvað út úr því sem að hvorki ég neð þú getur búið til í einrúmi. Já, það gerist eitthvað á milli okkar, þannig að það er það sem að, og mér finnst einmitt að því ég nefndi á það að gleyma sér í samtali og þá finnst mér eins og samtali svolítið taki okkur, það gerist eitthvað og við vitum ekki alveg hvert að leiðir. Og þess vegna er mér ég er svona gagnrýnin á hugtakið, við verðum að taka samtalið. Þá er eins og við séum að taka eitthvað sem við höfum vald á. En samtalið á eiginlega frekar að taka okkur. Ef við leyfum því að gerast. Og það finnst mér svolítið líka munun á viðtali og samtali. En þá er þetta mestu eins og að hugsa uppátt fyrir utan sjálfan sig. Algjörlega. En einhvern getur það getur nú ekki verið gott. Þarft þú ekki að fara að hugsa þenn ganga einhvern veginn og komast einhverju niðurstöðu sjálfur og er ekki hættulegt að þú hugsir uppátt og sjáir svo einhvern veginn á augunum á mér hvað mér líka vel við það svo segir og þú eldir þess að hugsa þig bara eitthvað í móa. Já, það er auðvitað alltaf ákveðin áhætta sem maður tekur og allt í lagi með það held ég. En það er held ég sem er mikilvægt einmitt að brjóta upp einræðin og það finnst þess vegna ég er hrifinn af og þú sagðir starfsvettvanguðin alla ævi og þá skildi ég að þannig, jú, ég hef verið prófessor í heimspeki í 40 ár, fyrirverandi núna og en tiltölulega fljótt, ég held að sjáist alveg á, en síðasta greinin í þessu, eða síðasta í þessu, í þessari bók er samtal eða samtal sem var tekið fyrir allmörgum árum. Þannig að tíminn spannar þá svolítið og ég valdi þetta samtal vegna þess að samræðustefið er ríkt þar líka. Þetta er búið að fylgja mig mjög lengi. Og ég held að það mér var snemma að ljósta þessi hætta einmitt við einræðuform siðfræðina. Það er þetta samtal einstakling sem sjálfan sig og siðareglurnar og samviskuna
ég er hrifinn af þessu, þetta er náttúrulega eldfort hugmynd, Sókrates og samræða Platons og allt þetta stunda heimspekinni í samtali. Já, stunda heimspekinni í samtali og láta reyna á hugmyndir sínar í samtali og líka og það sem ég ger í bókinni er að gera samtali sem slíkt að siðrænu viðfangsefni. Það er eitthvað við eiginlegt samtal sem er siðrænt, svo ég noti nú það orð, sko, og hérna og það gert ekki með góðum hug líklega. Já, við gætum hneggjað hvort á annan vissulega og þannig er stór hluti af umræðunni í samfélaginu. Algjörlega og það er þess vegna sem að sko, ég er alls ekki að lýsa því hvernig raunverulega samræður eiga sér stað, heldur frekar að eins og náttúrulega siðfræðin gerir, draga fram eitthvað siðrænan kjarna í samtölum og rökræðum og þetta er klasi, sko, samræður er ekki bara eitt fyrirbæri, þau eru ólík eftir aðstæðum og viðfangsefnum og samtali í fjölmiðli er til dæmis öðruvísi heldur en að við sætum kannski bara 2 á kaffihúsi og svona stundum tekstmanni að láta viðmælanda gleyma því. Ég segi stundum þetta er eins og samtal við vakstúkað eldhúsborð upp til sveita eða þetta er eins og tal ókunnra í lestaklefa milli 2 borga þegar ég er að segja fólki hver er svona takturinn í þessum samtölum. Okay. Já, þá býður upp á það. Það er það sem ég vil helst og að fólk átti sig á og þegar þú mætir að þá gengstu eiginlega inn í það ef eitthvað tekst að byggja upp svona hugmyndum hvað rauðaborðið er. Já. Ég líst vel á það. En ef þú væri kannski með fulltrúa 2 fylkinga, þá myndir þú frekar reikna með svona rökræðu eða jafnvel kappræðu. Við gerum það stundum, en ekkert oft, sko, við erum langflest samtölin eru svona samtal. Já, en ég meina að þá væru komið með annað form, sko, allt annað form. Og þá áttu við ekkert endilega vona á einlægni, heldur bara áttu hug og þá er spurning bara, eru menn málefnilegir, mætast í málefninu eða eru þeir bara jafnvel ósvífnir og með stæla og útúrsnúninga? Ekki svo auðvelt að fá fólk til þess að koma í rökræður. Þess að það dettur yfir í eitthvað sem við getum kannski kallað kappræður. Já. Sem er eitthvað svona morfís spæla andstæðinginn. Já, og var alið á því, töluvert og já, þessi greinamunur á kappræðu og rökræðu er mjög mikilvægur og ég held að ég lýs svona gjarnan þannig að í rökræðu þá er vilji til að mætast í málefninu og málefni er eiginlega á milli okkar, sko, og við reynum að nálgast það og ljúka því upp. Við tekst ekki oft. Ég meiri þess að tekst mér ekki alltaf að fá svona andstæða fylkingar til að mæta af því að fólk eins og það sé bara brent af slíkri umræðu. Já. Ég held að þetta sé eitt stæðsti veikleikinn í svona samtali okkar Íslendinga er að við erum ekkert sérlega góði í rökræðunum. Nei, og maður tekur ofta eftir því maður býr erlendis og kannski mest tekið eftir þessu bæði Þýskalandi og svo Norðurlöndunum að hvernig rökræðu menningin, hið lýðræðislega samtal er þroskaðra og málefnilegra. Já, það var Íslendingur sem að bjó í Frakklandi sem sagði mig þegar ég var þar. Að munurinn á samtali milli Frakka og Íslendinga verið sá að Frakkin tekur það ekki persónulega þó þú sett annarri skoðunar. Þannig að hann móðgast ekki eins og Íslendingurinn sem að lítur á það sem bara sitt hlutverk einhvern veginn að berja þessa skoðun úr hausnum. Já. Og tökum það á persónulega. Já. Það verður kannski út af fámenninu að við séum svona háðar í að fá samþykki svona næsta umhverfisins sem að það sé saman okkur. Að taka samstöðuna fram yfir sannleikan var eins og við sagt á landsfundi, landsþingi Sjálfstæðisflokksins. Davíð Oddsson sagði þetta eins og ný. Já. Stundu verður að taka samstöðuna fram yfir sannleikan. Það er sláandi lýsing, já. En þú ertu að segja í þessari bók að við ættum að iðka samræður, samtal meira? Já, ég segi fyrsta lagi að við gerum það. Það er að segja að það er okkar veruháttur. Það er og þannig mætist fólk langmest. Hópdýrið í okkur. Svona hópdýrið í okkur. Já, og það er líka að dýrið í okkur er máldýr. Það er að segja, það er svo bara skilgreining Aristóteles í upphafi maðurinn er skynnsemi geta dýr og skynnsemin er málgáfan, sko, það er málhæfileikinn og
og síðan getum við notum hann ekki líkt á fuglarnir þegar við blístra hver og annan heldur til þess að leiða til lyktamál á réttlátan hátt og skipa hennu góða lífi, eitthvað svona. Þannig að það er strax þetta siðferðilega við tungumálið. Og það er eitt, þetta held ég bara það að vera manneskja, deila lífinu með öðrum, það er að nota tungumálið, það er að tala saman. Síðan er það hvernig við förum með það í reynd og ég held að sé mjög margt í samtímanum sem ógnar samtalinu og ég held að við þurfum að vera meðvituð um það og sporna gegn því. Það er örugglega ekkert einfalt því að það er mjög, ég veit ekki hvort ég á að segja sterk öfl sem vinna gegn, það er bara einhverja hræringar í samtímanum sem að grafa undan einhverja samræðu aðstæður, ég nota ekki það orð, samræðu aðstæður okkar er að breyta svo mikið og já, nærtækast er kannski samfélagsmiðlarnir og þetta sérkennlega orð samfélagsmiðlar eins og það myndi samfélag þegar það vissuleyti grefur undan samfélagi og samtali sérstaklega því að menn sitja náttúrulega nánast svona mjög oft einir við sitt litla borð og setja fram staðhæfingar en þeir eru ekki með viðmælandan augliti til augliti sem er allt annað form. Þá ertu með svo margt annað, þú ert með líkamstjáningu og raddblæ og fleira sem að og einfallega þegar þú mætir manneski augliti til augliti þá ertu með persónuna sem þú ég held að kalli bara ákveðna virðing, ákveðna tegunda nærgætni og tillitssemi. Ekkert endilega en það er allavega miklu nærtækara. Og þetta hverfur allt saman. Þessar aðstæður ekki til staðar í ljósvakanum og þá bara negla menn eða margir, mjög margir setja bara eitthvað fram oft auðvitað síðan í sínum bergmálshellum og ef þeir eru ekki í sínum bergmálshelli þá fá þeir óþvegið tilbaka þannig að það þróast ekki réttnefnd samræða mín reynsla er ekki svo ekki það, ég sé mjög virkur í þessum miðlum. Þetta er eitt. Það er nú eitt því að nú eru við allar saman og hérna eins og fólkið í hellunum í Galanda. En svo getur við að tala í síma að þá missum við hérna svona hluta líkamstjáningunni, við erum satt með raddblægin og hérna ég held að sé tiltölulega auðvelt að flytja það á milli að við skynja hvernig þið líður þótt að tala. Ef við væri síðan að senda hérna tölvupóst á milli, þá hverfur þetta. En það móðgast fólk oft við tölvupóst að það getur orðið svona, því að vantar raunverulega tónin til þess að þegar þú komin á Facebook að þá hverfur eiginlega viðmælandin, þá er þetta orðið eins og ópera, þar sem þú ferð með aríu bara út í salin. Þú ert ekki að tala við neitt sérstakann, heldur bara ertu með innra tal sálarinnar út í loftið. Og það er náttúrulega, það sem er eiginlega engin svona ákveðin móttakandi, það verður eiginlega ennþá verra. Þegar ég bara syng út í loftið, það er eins og fólk leyfir sér eitthvað það verður skrýtnari tjáning. Já, mun skrýtnari og líka vegna þess að maður tekur eftir því að þessi blessuðu læk og þessi móttökuskilyrði, það er eins og því herra sem þú syngur eða því harðari dóma sem þú fellir, því herra klappið, sko, því fleiri, það er mjög slæmt, það er mjög ég held einmitt að, sem þú sagði með símtalið, mörg mín bestu samtöl við vinni minni gegnum ánum hafa oft verið í síma. Það er, ég man sérstaklega eftir einum sem við áttum löngs samtöl í síma og svo er ég líka nýbúin að... Það er þetta þannig að fólk er annarkort síma fólk eða ekki. Já. Þegar sumir hringja á mann og segja að byrju, hef ég 1,5 tíma aflögu til að svara þessu. Það er rétt. Það er reyndar annars sem ég minnist sem að ég var mjög smeykuð að fá símtöl frá og út af þessu, maður festist og er lengi. En svo er annað vegna sem þetta í huginn, ég er búin að skoða rannsóknir á því þegar sem kom mikið upp í COVID, sko, að þegar var við það, þegar sjúklinga fóru ég að hitta heilsugæslufólk, lækna hjúkrunarfræðingi gegnum ljósvakan, að þá hafa sumir sjúklingar lýstu því sem þetta er bóta vegna þess að það vantaði þessa líkamlegu sko, ég veit ekki hvað orði náðu það að vera svo yfirráðin yrðu minni, það er svo meira svona jafnara meiri jafnara
og það, sem sé, minni hlutgerfing sem fólk listi og meiri sko, því að það leiði sem meira fram að hlusta í þessu formi. Þetta tákmyndir í heilbrigðiskerfinu sem þú hefur náttúrulega mikið stúderað eru náttúrulega miklar það eru einkennisbúningar og læknarnir eru með hlustunarpípu og þessi aldrei að nota hana þá eru bara eins og svona verðlaunagripur og sjúklingarnir alltaf klæddir í svona lögustu fötin. Já, og þetta getur haft vegna sko, ég held að sé ekki þó svona jankaðins jafnara sko, það held ég sko, við þurfum líka að gangast við því að það er ekki jafnt. Það og ójafnræði að vissuleyti gagnlegt. Það að segja, ég komin til þín, sértulæknir, vegna þess að ég veit að þú hefur þekkinguna, reynsluna og kunnáttuna til þess að hjálpa mér. Annars væri ég ekki komin til þín. Ef þú væri jafningi minn, þá myndi ég sennilega ekki leita til þín. Þannig að það skiptir máli. En þarna önnur, kannski vorum að tala ógnendan við samtalið, það annað að fara að nota í ýmsum aðstæðum, til dæmis í samskiptum fagfólks og stjórnstæðinga, fara að nota gervigreindar spjallmenni og slíkt og þetta er auðvitað þróun sem líka getur grafið undan samtalið, því að samtal í faglegum samskiptum er mjög mikilvægt en það er líka þá kemur á móti að það er að láta gervigreindar líkon vinna ákveðna svona upplýsingavinn og slikt sem að þá kannski skapar meira rými líka fyrir samtal, þannig að það er svona, þetta getur verið tvíbent. Hefur lent í svona í heilbrigðiskerfinu að tala við, ég nefndi einu sinni í því? Nei. Ég gafst alveg upp sko. Já. Mér fannst svörin vera bara eins og maður verið að tala við sko bara alvarlega drukkin mann sko. Það var svo way off bara sem maður var að leggja til sko. Maður er náttúrulega ekki að tala við neitt í sjálfu sér. Þetta er í fyrsta skipti í sögunni af því þú veit að við séum eiginlega enginn í okkar mannlegu tilveru er samtalið. Þannig að fyrsta skipti í sögunni er til annað fyrirbrigði á jörðinni sem getur líka talað og það eru vélarnar. Það er vitvélin. Það eru aldrei gerst, það bara gerðist í hittifyrra. Já, við vitum auðvitað ekkert hvert þetta leiðir og ég held að sko þó að og ég vil ekkert vera að fordæmi þetta ég veit að það er fullt af gagnlegum hliðum á þessu en við þurfum að vera rosalega á varbergi sérstaklega kannski líka og þarna er meira en samtalið í húfi, það er bara hugsunin sko ætlum við að fara að láta þess að vélar hugsa of mikið fyrir okkur sko. Stundum lendir maður í því og ég held að margir kunni þá sögu að þú ert kannski á Facebook að ræða við okkur og þá kemur hann með niðurstöðuna frá gervigrindinni og leggur hann fram eins og við bara eins og rödd frá Guði eða eitthvað. Þannig allt inn er komin sá sem hefur meira vit á að eiginlega þagga niður umræðuna. Já, akkurat. Þannig að við vitum eiginlega ekki hvernig við munum hvað við gerum við þetta fyrirbrigði, sko, hvort við lítum á þetta sem úrskurðaraðila eða dómara. Sem væri mjög einkennilegt sko, því að þetta ætti þá vera rödd inn í samtali sem við síðan tökumst á með okkar röklegu leiðum sko, þess vegna verðum við að þjálfa þær áfram og kannski ennþá meira og það eru síðan fleiri ógnir sem að því vorum að tala ógnirna með samtalið í samtímanum sko, sem að er náttúrulega sem margum talað upplýsinga óreiða og allt það sem að eru auðvitað stór varsamt því að þá erum við bara einhvern veginn í einhvers konar dýi í samtalinu ef við vitum ekki sko hverjar nokkurn veginn hvaða staðrend við getum treyst og þetta og líka eiginlega hvar við hittust í samtalinu það er bara við erum ósáttir við það svo við ræðum þetta út frá þessu og ég frá þessu og við bara ræðum aldrei saman. Þetta sérðu mikið í Evrópusambandsumræðinni. Já. Það fólk er ekki að hittast. Nei, það er vegna þess að það er verið að sko, það er reynt að gera sem óljósast hvað við erum að tala og hvað ákvörðunin snýst og þá náttúrulega erum menn bara mjög, það er mjög erfitt að hefja samtal eða halda samtalin á vitrænum nótum þegar menn er ekki sammála hver spurningin er og það hafi þetta menn nýta sér þetta sko til þess að skapar ákveði frelsi ef ég er að peksa við þig
Þá get ég bara sprúðið mér í hvaða kvikindalíki sem ef það Já, ekki samkomulag hvað við erum að ræða, Já. með hvaða hætti og hvar. Nákvæmlega. Og svo náttúrulega hefur margt gerst á pólitíska sviðinu bara einfallega holdgerist náttúrulega í þeim, ég veit ekki hvað, ég vil helst ekki taka nafn hans mér í munn mikið, en ógnin í vestri, hinn appisíkul og ógn í vestri, eins og stundum sagt að sem hefur náttúrulega haft gríðarleg áhrif á pólitíska orðræðu. Bara með því í rauninni að rjúfa öll svona hefðbundin viðmið hvað ásættanlegt að segja og með hvaða hætti og vegna þess að hefur í lýðræðismenningunni, hvað svo sem við getum sagt frjálslynda lýðræðismenningu, við notum það orðum það sem hefur að byggjast upp svona í vestrænum heimi á síðustu öldum. Byggist það samkomulega tiltekna siði. Tiltekna siði, tiltekin gildi og slíkt sem að og það í þeim ákveðin gagnrýniskraftur sem að nota gegn, þetta er svo kallið innri gagnrýni, við getum nota ákveðina þegar menn eru sem sé bara að tala frelsi og lýðræði og tyllidögum, þá þetta að beita þessum hugmyndum gegn þeim. En núna hefur komið bara þessi orðræða sem að gengur bara þvert á þessi gildi og gefur bara skít í þau. Og þá fer rökræðan mjög mikið á flot. Og þess vegna ég að tala þetta hvernig þetta ógni okkar lýðræðismenningu Og það sem engin vilji til þess að vera í rökræðum við andstæðinginn, heldur skilgreinir hann bara sem óvin og landráðamann, eitthvað slíkt. Hann sé ógildur í umræðinni. Akkurat. Og mér ber ekkert að ræða við, hvort ég ekki hlusta á þig og bara ekki ræða við heldur. Þetta finnst mér náttúrulega. Þetta hægt og bítandi að koma til Íslands en með mjög vaxandi þrótti myndi ég segja og ég held að margt í Evrópu sambandsumræðinni minni mann á Trump sem að verið að teikna andstæðingana upp sem landráða fólk eða þá afturhaldssinna eða keifta, maður sá það fram eftir að eitthvað er að skrifa þá átt hann að vera keiftur af einhverjum, annarkvort stórútgerðin eða Evrópusambandinu. Þannig að þú hafi verið að vefengja, þú hafi verið að skoðanir sem þú hefur. Þetta finnst mér vera frá Trump komið. Já, þetta endar eitt sem hefur á sér, finnst mér lengri sögu svona í íslenskri, þetta oft verið mjög erfitt, finnst mér í íslenskri umræðu hefð. Það er þessi ég veit ekki hvað orðið á að nota þarna, sem sé að þessi viðleitni til þess að smætta skoðanir niður í eitthvað sem maður sé alltaf að tala fyrir einhverja hagsmuni eða einhverja aðila eða eitthvað slíkt. Þannig að það sé ekki marktakandi á rökunum sem slíkum. Ég veit að þetta hljómar kannski svolítið háleitt en þetta er nú eitt af því sem að kannski heimspekin allavega mikið á að það sé röksemdir hafi gildi sem slíkar og það sé vond leið að alltaf að smætta það niður í hvað endurspegla það, hvað hagsmuni, því að það vegna þess að þú ert í þessari stöðu sem segir þetta. Já, hvað veldur því? Þá er þetta komið svona eins og orsakatengsl. Þannig er ekki að hlusta á hvað það segja. Nei, akkurat. Og nákvæmlega þarna er lykilatriði með að hlusta, því að þú nefndir Evrópuumræðuna áðan að ég held að, og þetta er bara held ég líka almennt í samtali og rökræðu, það er ekki bara þetta að tala, heldur að hlusta. Og að hlusta á viðmælandinn og hlusta þá af virkilega á hann. Virkhlustun. Það er ekki mikil virkhlustun í Evrópusambandsumræðu. Nei, það er það ekki og en það sem er kannski, ég vant að hugsa það að ég held að væri versta útkoman úr þessari atkvæðagreiðslu er að ef hún innist á raungum forsendum eða vegna þess að það sé búið að ala svo sterkt á einhverjum upplýsingaóreiðu eða staðhæfingum sem eiga sér ekki stoð og það muni ráða úrslitum. En er það ekki það sem er að gerast út allan heim? Jú, það er sennilega. Umræðan snýst meira og minna einhverja svona ógnir og eitthvað svona hálfgerður þykjustuleikur. Og við erum kannski að komast að rangri niðurstöðu við rangri spurningu. Stundum finnst manni að við séum bara
út í móa, sko. Já, já. Og eins og þú heyrir oft fólk kvarta yfir að við sem ekki að ræða máli sem að raunverulega skipta máli, heldur séum við að ræða eitthvað annað. Ég var að tala hérna við Svandísi Svavarsdóttur og við vorum að leika okkur á því að kannski hafi ekkert bara eins og komist á dagskrá hvað veldur því að einn segir já og annar segir nei. Þannig að við erum svolítið að láta eins og það sé eitthvað svona reiknistæmi og ef að þú gæst annar einstöður ég, þá eru bara reiknað vitlaust. En það eitthvað sko dýpra sem tekist kannski sjálfsmynd og eitthvað sem að við erum kannski ekki sérlega góð í að ræða. Við erum láta eins og við sem hagfræðingar eða verkfræðingar ræðum það, en við kunnum ekki almennilega ræða það sem að kannski veldur því hver afstæð okkar er. Já, já. Sem á sér örugglega tiltölulega djúpar rætur í svona þjóðarsálinni, maður notar það, og söguvitund okkar og sjálfstæðin sem Íslendingur, einhvers konar söguskoðun, hversu skökk eða réttmætt hún kann að vera, en djúpstæð í okkur. Ég held að svona hlutir skiptir rosalega miklu máli, en við höfum ekki kröfið þetta mikið. Við erum ekki mikið að ræða, við látum eins og að við sem að tala þetta eins og hagfræðingar. Þetta eitt í dæmi sem að ég hef tekið. Eins og var ég í leikhúsi og fyrir fram að mig voru svona þrenn hjón sem að svona venjulegt fólk og svo var hlé og að dreigi fyrir og þá fóru þau að ræða saman og þá fóru að ræða saman eins og það væri gagnrýnendur, fóru að tala lýsinguna og eitthvað fleira, var eins og það væri Jón Viðarar í staðin fyrir að tala, því að leikritið var sannarlega að tala bara til hjarta og sálar venjulegs fólks. En til þess að ræða leiklistina, þá taldi það að ætti að fara að láta þess að vera leiklistargagnrýnendur. Og sömuleyti oft umræðan þannig og mikið í Evrópusambandinu að menn orðnir einhverju rosalegi sérfræðingar í Evrópurétti og hagfræði og okkur leira. En ekki að tala það sem að kannski maður myndi ætla að skipta meira máli. Já, og þegar ég sagði sko að ég held að hvort það veri já eða nei sem kemur út, þá það ekki rétt niðurstaða versus röng, heldur á hvaða forsendum, hvað var það sem var til þess að önnur hliðin var ofan á. Og ef að það vegna þess að ákveðna staðhæfingar sem eru, þær tilteknu staðhæfingar eru rangar, ef að þær ráða úrslitum, þá það sorglegt finnst mér. Vegna þetta áhugavert lýðræðisleg tilraun og það má gera lítið úr því kannski að við séum að hafa þessa tvöföld atkvæðagreiðslu, en það ákveðin saga, það ákveðin pólitísk saga okkar, ekkert mjög löng, sem að skýri það af hverju það var allir sammála það, við sækjum ekki aftur að Evrópusambandinu án undangenginnar þjóðaratkvæðagreiðslu. Allir flokkar haft það, nema ég held að miðflokkurinn hafi ekki haft á dagskrá. Nei, sennilega ekki. En Framsókn og Sjálfstæðisflokkur og Flokkur fólksins, Viðreisn og Samfylkingin hafa haft þetta á sinni stefnuskrá. Svo hlaupast menn bara undan því ef það hentar þeim. Það treytandi í pólitík og ekki svona. Hefur þú fylgst með umræðinni? Ekkert voðalega mikið, en svona heldur bara... Heldur að þjóðin hafi gott að þessu? Þetta sé holdt fyrir hana eða finnst þér umræðin vera svolítið út í móa? Sko, ég held að það sé voðalega erfitt að, sko, maður náttúrulega, það ákveðið lag umræðuna sem maður sér, sko, og ég held að sé örugglega mjög mikið, ég til þess var bara á Rakarastofu í morgun sko og heyri ég bara samtali á næsta stóli og menna það bara mjög, fannst mér fínt samtal milli kúnna og þessum að klippa og svona þetta, ég held að sé fullt af svona að eiga sér stað sem að, og ef að þetta var svona bara, þetta bara algjörlega tilvíðanlega dæmi og nú það algjörlega óháð því hvort að ég var sammála við mælendarinn ekki, það var bara hvernig var talað og með hvað hætti, það fannst mér ánægulegt. Þetta líka mín reynsla, fólk stoppa út á götu og stundum fólk bara glatt og hefur svona talar þetta gleði, sem ekki alltaf sem það En svo náttúrulega hefur maður líka svona séð hluta umræðinni, sérstaklega á Facebook sem náttúrulega bara andstyggileg. Já. Og kannski hún andstyggilegust þar, vegna þess að þarna eru við en ég heiti aðra manneski morgun sem einmitt notaði svona veisluna, við erum í lýðræðisveislu og ekki að fagna því, svona, við töluðum ekkert það hvað nótum við værum, bara svona og hérna... Hún hefur þá verið að lýsa jákvæðri reynslu sína af umræðinni. Væntanlega, já. Og var leið svona já, hún var óbeint að hnýta í sko samfélagsmiðlana vegna þess að þetta væri svo mörgulegt gleðilegt að við fengjum þennan kost að ræða, að takast á þetta mál og leiða það til lykta og
já, þannig ég held að sé rosalega mikið svona sem okkur ekki sýnilegt en við höfum öll svona einhvers konar bara dæmisögur þannig að umræðan þegar maður tekur svona stóru orðinum umræðan þá það ofta eitthvað sem já, opinberum vettvangi, tala silfrið, kastljós hér og þessa umræðu þætti og svo og samfélagsmiðlana og þeir kannski endurspegla ekki fyllilega. Sérstaklega þegar forystu fólki í stjórnmálum mætir þeir þættir bara leysast upp í eitthvað. Já, það náttúrulega orðið þannig að versta útgáfan á samtali sem að þjóðin á. Það mjög sorglegt. Já, og kannski aðalega vegna þess að það einn maðkur í missunni sem að bara nægir til að eyðileggja allt saman. Og þar spyr maður sig náttúrulega líka leikreglur, sko. Á bara stundum að beita sér harðar til þess að menn lúti einhvers konar leikreglum samtalsins, sko. Já, þetta stríð mikilvæga hluti og þá má öll meður. Þannig að sumir líta á það þannig. Að ég, það bara niðurstaðan sem skiptir máli og sama hvernig ég kemst að því að þá bara bara látum við hafa það að höggva þig niður. Jú. Það bara mikilvægt. Mér finnst það sorglegt þegar að ræða svona kjörna fulltrúa sem að fara með almannavaldið í okkar umboði og að mínum að þetta ákveðin misskilningur á hlutverki. Það hlutverk þeirra að vanda sína rökræðu og temja sér málefnulega samræðu og byggja á traustustu upplýsingum og allt þetta. Ég veit og síðan og þetta þýðir ekki að sé ekki ágreiningur. Hann eðlilegur og æskilegur og allt það. Og skýra síðan forsendur þessa ágreinings en að koma með látum og skemma umræðuna með framíköllum og útúrsnúningum og stælum, það er allt annað mál. Þá held ég verið að einfallega bara að misnota þetta umboð sem að búið Það væri náttúrulega best ef að þeir sem að taka þátt í umræðinu lítur svo á að hlutverk sitt væri að aðstofa fólk við að taka ákvörðun á eigin forsetum. Í staðin fyrir að þessi svona trú sem að ég held að sé nú ofmetin, sko, að mér takist að þrönga minni skoðun upp á þig. Ég held að þetta eitthvað trúgjarn hann úti en ég held að miðað við umfangið í umræðinni. Ég held að fólk er aðeins að slaka á, sko. Að endanum munu langflesti taka bara ákvörðun út frá eigin mati og ég held að allar rannsóknir síni það í svona kosningarannsóknir og fleira. Það yfirleitt fólk tekur kýs út frá svona tiltölulega djúpstæðri svona samfélagssýn. Ekki út af einhverju sem einhvern veginn sagt eða ekki út af aðdáun á leiðtogum eða. Nei, ekki, ég held að sé frekar kannski. Mér hefur þótt mjög gagnlegt að heyra viðtöl við margs konar svona, við notum bara einu orði, margs konar sérfræðinga sem að hafa þá raunverulega kynnt sér málin og þekkja svona Evrópurétt og ýmislegt slíkt og það hefur mér þótt gagnlegt að hlusta á og þeir eru yfirleitt, þeir náttúrulega tala yfirleitt, ég veit að þetta er síðan umdeilt hversu mikla sérfræðingatrú við eigum að hafa og allt það en þar er allavega viðleitni til þess að setja einfallega fram staðrendin mála og svona samkvæmt bestu þekkingu og reynslu, það er gagnlegt innleik umræðan. Það er ekki þar með sett að menni bara fylgja því sem þið segja, heldur að hafa þó þann þekkingar grunn ef svo má segja. Það sé eitthvað annað í boði heldur bara skoðun. Já, eitthvað annað en bara skoðun. Það er mjög mikilvægt. Því að skoðun er kannski þú til að fljótur að kominni frá þér og kannski óþarfi fyrir þig að vera síðan með klæða í eitthvað svona sérfræðingatal þar sem verður alltaf bara að leggja frá skoðuðina í svona ýmsum kvikindalíkjum. Það væri gott að vera aðgreind. Herðu, þú trú á samtalinu. Mér langar aðeins að fara út í það hvort að því að ég held að hangi svolítið í loftinu í okkar samtíma að maður eigi að fara og hugsa sinn gang. Fólk er líka að tala að finna sjálfa sig það sé svona frekar leit inn á við. Ég held að sé ekkert svo fyrirferðað mikil þessi trú á að sannleikur geti verið á millum okkar.
Ég til dæmis segi það við börnin mín að ég að reyna að segja að þið verið átt okkur á því að það bara 15% af ykkur inn í ykkur og 85% á milli ykkar og annars fólks. Og þá ég eiginlega að meina meðal annars það að þú kemst að niðurstöðu í samtali. Já. En ef þú ert einn að hugsa þetta þá ferður þetta bara hring eftir hring. Þannig að við erum bara þannig skepnur að okkur gengur best að hugsa í samtali. Og við erum fljótust að komast að niðurstöðu og fljótust að svona fara fram í á einhverju sem okkur hættir til kannski í eigin huga að verða svona getur verið eitthvað svona þráhyggju festa sér örsinn og slíkt ég held, það allt þekkt jafnvel þá bara það orða hugsun sína viðmældin þarf ekki endilega að vera búin að bregðast við bara við að orðana heyra sig segjana það eitt stundum skýrir fyrir manni bæði til góðs eða ills eða sem sé hvort hún slæm, góð eða slæm en svo líka auðvitað þessi sko sem svona hinliðin á þessu þó ég tek algjörlega undir það sem varst að segja að mætast í samtali og láta reyna á hugsanir sínar með öðrum en svo náttúrulega hitt fyrirbæri sem að náttúrulega Sigur Nordal skrifaði frábæra grein sem heitir samlagning og það sem sko vissuleiti þessi sko að því fleiri sem komnir eru saman til þess að hugsa mál því meiri vitleysa kemur út úr því en þannig að og þá kemur alltaf hjarðhegðunin og það fyrirbæri sko þegar fólk eiginlega hættir að hugsa fyrir sig og bara og svona fyrir einhverja stemningu Hefur það ekki trú á svona viti fjöldans? Nei. Ég minnum nú að Páll Skúlason hafi haft svona trú á því. Já, hann getur verið. Ég hef verið svona mjög gagnrýninn á þessa aðferðafræði auraþúfunar og slíkt sko. Já. Og það vegna þess kannski að það eiginlega ekki hvorki samtalni og rökræður í því. Það svona, menn eiga að fá svona tína svona bara af skepnunni sko sínar hugmyndir og svo eru þeim svona þeim bara safna saman og talið út úr því kemur að vinsælasta gildi og Íslendinga heiðarleiki eitthvað svona, mér finnst þetta bara svo já, ég veit ekki. Hefur þetta ekki þátt í svona? Nei, en ég hef lesið þetta. Ég hef átt einu sem sitta mig í svona í sambandi við mótun heilbrigðisstefnu. Já. Ég satt svona við borð og ég bara neitaði þessu og ég bara breytti þessu, þannig við töluðum bara þetta eins og við erum vöna að tala þetta. Já. Töluðum okkur niður á niðurstöðu. Já. Við sleftum þessum leik hérna með að skrifa eitthvað 3 orð á pappír og ég bara hafnaði þessu. Ég held nefnilega að það sé hægt að hafa mjög gagnlega sko, og svona einhver svona rökræðu þing og sem líka, það bara önnur leið, þá eru menn virkilega sko að mætast og rökræða sko, tala saman og hlusta hverju annan og allt það, en alls ekki neinn tilnætt til þess að mæla einhvern fjölda hugmynda sem fólk hefur í nánast í einrúmi sínu skrifað á blað. Það ekkert, það verður engin, við mætumst ekkert í því sko. En já, nei, ég hef, þetta snúið þetta með fjölda, þetta er auðvitað það hvernig hugsar þjóð sitt mál og við erum að því núna einmitt hvernig ráðum við sameiginlegum málum til lykta og ég hef nú, kannski veist það líka, ég hef verið talsmaður sko fulltrúalýðræðisins, frekar. Og þetta ekki svona þjóðræðisgreitur? Nei, mér finnst það alls ekki vitlaust í þessu tilviki. Það er líka því að þetta kemur, eins og ég nefndi á þetta ákveðin saga. Þetta á sér ákveðina sögu en það er ekki gott það er ekki gott að vita til dæmis að það er ekki þingmeiri hluti fyrir þessu máli. Og eiginlega engar stofnanir samfélagsins sem að leggja áherslu á þetta. Nei. Sem var síðast, það sem voru samþykktir hjá Alþýðusambandinu til dæmis, samtöku iðnaðarins, og ég man ekki alveg svona, en núna bara engin. Nei, það er mjög athyglisvert. Ekki einu sinni kvenfélag Stykkishólms. Þannig að heyrilega engin félagasamtök lýsa yfir stuðningi sko. Hvernig sem á því stendur sko, en það er náttúrulega háið búið að hlaupa yfir sko, mér finnst það svolítið sláandi sko, við erum náttúrulega ákveðin, við erum að tala um hvort það eigi að taka upp aðildarviðræður og það er þegar verður að spyrja þessar samkundur sem hún nefnir, þá er eiginlega hin spurningi sem er eftir,
eða ekki, í framhaldinu? Ég veit ekki, en við þekkjum þetta þessu forstakostningum að áhöfnin á Rosanum skorar á Vigdísi að bjóða sér fram. Þannig það var, en ég heyri bara ekkert svona. Ég heyri bara ekki neitt. Nei. Þannig það eins og að, ég veit ekki, kannski fólk ekki að tala þetta, eða kannski lítur fólk á þetta sé svo enganlega. Já, ég held að sé meira það. Það eru ekki einhvern veginn afstafa hópa eða stofnana eða félagarsamtaka heldur þetta verið vera og jafnvel ekki stjórnmálaflokka vegna þess að innan stjórnmálaflokka alls konar við þá líka. Jú, en það nefnilega, maður myndi halda að þetta veri gott mál til að henda í þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að þetta klífur flokka og fleira sem kannski er svo áfengisbann og flugvöllurinn eða eitthvað svona sem er ekki pólitískt mál, ekki flokkspólitískt mál. En síðan kemur í ljós þegar maður skoðar skoðanakannanir að það sem að helst ræður því hvorum megin þú ert er afstæða til stjórnmálaflokkana. Það eru 85% stuðningsmönnum ríkisstjórnarflokkana sem alltaf segja já og 85% stuðningsmönnum stjórnarflokkana sem alltaf segja nei. Þannig að það kemur allt inn í ljós að það er það sem að ræður mestu afstöðuna sem að mér kom svolítið óvart. Því ég held þetta væri svona, að því að ég þekki kannski betur til í vinstrinu, þá er þetta svona eins og eitra peð, þú getur eiginlega klofið VG og hvaða flokk sem er með að setja þetta mál á dagskrá. Þess vegna væri bara gott að ákveða þetta utan flokkana. Jú. En svo einhvern veginn þróast umræðan þannig að þetta verður háflokkspólitískt mál. Já. Og þegar ég var kannski að, ég hef verið svolítið gagnrýninn á beintlýðræði, við notum bara það frekar en kannski endilega þjóðaratkvæðagreiðslu þó að það séu þetta einkenni þess að vegna, ég held að skilyrðin fyrir beintlýðræði hafi bara verið að versna vegna þessara gríðalegu sterku afla sem geta manipulera með skoðanamyndun okkar og náttúrulega sláandi dæmi sem við höfum haft fyrir okkur eins og Brexit er oft tekið og þá bara þessi leið fulltrúalýðræðisins að hafa fólk í fullri vinnu til þess að afla sér upplýsinga og vonandi og þess vegna er svo mikilvægt að þessir kjörnum fulltrúar sem fara með valdið okkar umboði vandi sér sem allra mest í sinni málefnilegu umræðu og hafið þessi sannar reynist og allt það og því að til þess eru við með þá þarna. Til þess að leika fyrir okkur samtalið. Já, sviðsetja það, en reyndar í sviðsetningunni þá fallaðir yfirlt alltaf í þessa kappræðu til þess að vinna hillina. En ertu að segja að til þess að þjóðaratkvæðagreiðsla virki, þá þurfum við að hafa svona eitthvað samkomulag í samfélaginu hver er vettvangur í þessum við ræðum, hvað við erum að ræða og með hvað hætti. En þegar það er farið, að þá geta þjóðaratkvæðagreiðslur orðið bara einhver skrípalegur. Já, það held ég. Við höfum ekki þennan vettvang lengur. Við höfum ekki þetta samkomulag lengur. Við erum bara komin inn á tíma populískra stjórnmála. Já. Hvort sem að þú vilt það eða ekki. Og það er ekki bara þannig að við séum með populíska flokka, einhverja trumpista sem ætla að koma þessu heldur fara hinir flokkarnir að taka svip af populisma. Það er þannig sem að mun gerast. Og ég heldur sjáir þetta svolítið í Evrópu að hinir flokkarnir, þeir eru byrjaðir að akta og foringjarnir tala með sama hætti. Eins og þannig þetta sé ekki bundið við nýja hægrið, heldur er þetta orðið einkenni á stjórnmálum okkar tíma. Mér finnst það mjög athyglisvert ef það er rétt munað þegar að þarna í The Rest is Politics hlaðvarpinu, þegar þeir voru að spyrja Kristrúnu hvernig hún ætlaði að haga sér í þessu og hún svona talaði um að fara landið og tala við fólk og rökræða og leiða til málefnilega samræðu og svona og þeir voru svolítið svona heldur að þetta dugi þetta er mikil trú þín á samtalinu nánast ég er að leggja þeim orð í munn en mér fannst það vera svolítið þannig við höfum okkar reynslu og Brexit og sem er eiginlega þessi populíski bara og menn verður bara beita þeim meðulum menn verður bara beita þeim meðulum sem duga þess vegna er ekki bara þeir sem ekki bara populístarnir sem að hegða sér eins og samkvæmt populískum stjórnmálum heldur rekja þeir alla til þess að taka upp þessa taktík. Og þar kannski kemur þetta sem þú sagðir áðan, þú hefur trú á samtalinu, ég hef ekki endilega, þetta er tvíbent orðalag, ég trúi ekki endilega að það sigri, heldur frekar, við megum bara ekki missa þá trú. Þetta er bara mennska okkar held ég og í svona, og lýðræðismenning er í húfi.
og við verðum að hafa þessa trú og það er ekkit annað sem ber þetta áfram heldur en trúin. Þú talar eins og við séum að missa þetta hafi verið skárra og við séum að missa það. Já, og það er líka því að sagan er rosalega stutt, það er, við höfum náttúrulega fyrst og fremst menn bara neittu afsmuna lengst af og kannski en það hefur þó verið að mótast svona já, ég vil tala á það svona þessa lýðræðismenningu sem felur í sér alls konar allavega hugmyndir og gildi sem hafa vissuleyti stofnanabundist og við höfum réttaríkið og fleira sem að lítur ákveðnum mjög mikilvægum sanngirnislögmálum og þetta er tiltölulega stutt saga, eins og við vitum, í mannkynssögunni og sko hvort að þetta er farið að trosna. Það er náttúrulega, við erum að tala um umræðinu, við erum á plani svona samtalsins og slíkt, en þegar þetta fer að hafa áhrif á eins og manni virðist, Bandaríkinn náttúrulega sérstakt dæmi, það er náttúrulega þetta er samfélag þar sem átti að byggjast einmitt á þessu gagnkvæmu aðhaldi stofnana og svo kemur loksins það kemur þarna skrítin forseti og það bara virðist allt í uppnámi. Það dugar ekki einu sinni Samkomulagið var ekki sterkara þetta. Samkomulagið var ekki sterkara og stofnana grunnurinn. Rakna upp raunverulega bara með frekjunni. Já, ég er mjög hrifinn af bókinans Timothy Snyders þessa litlu bókina harðstjórn. þar sem að einmitt eitt af þessum 20 boðurum sem hann er með verði stofnanir og sýnið hugrekki til þess að standa með þeim gildum sem að stofnunin er holdgerving af og það er svona hann er í þessum grundvallaratriðum sem að og stofnanir verja sig ekki sjálfar eins og hann veldi segja það bara berum orðum. Við borgararnir þurfum að vera virk í að en hvernig viðhöldum við því það er, við getum talað um menntakerfið það er stöðugt að ala á þessum gildum fjölmiðlar, við höfum einn prentaðan fjölmiðl hér í landinu og hann fer með ósannindi. Kannski þurfum við líka bara að gæta á okkar eigin persónulegu leikni í samtali. Já. Spjalla við fólkið þegar við kaupum brauðið í bakaríinu og verða með samtalið sem víðast. Því mér langar aðeins að flytja það að því við erum búin að vera að horfa á svolítið á samfélagi ofan frá og svo samtal sem heldur samfélagum saman. En það er líka merkið þess að samtalið sé að rakna upp bara á millum okkar. Einmannaleiki er farsótt okkar heimsluta núna og talandi um svona vettvang sem við eigum sameiginlegan að hann er eiginlega dottinn yfir að vera einkanlegur. Það sem við erum að taka inn stærsta hluta upplýsingunum. Það er ekki lengur þannig að fjölskyldan sitji fyrir fram að sjónvarpið og hlusta á fréttirnar 30 ára barn og 97 ára gömul amma saman í sófanum. Þannig að það er líka rakna upp bara eiginlega í okkar prívatlífi. Þannig að og kannski erum við bara lélegri bara í að hlusta og Já, því að það er þessi nota þetta orð leikni að ég hef stundum notað tvennu það er samræðu vilji og samræðu hæfni. Það er bara vilji til að mætast í samtali og hæfnin er þá ekki síður einmitt viljin til að hlusta og sýna viðmælandanum virðingu með því að heyra hvað hann segir og líka þegar fullkomlega ósammála honum. En þessu, já, ég held að vandinn að segja... Blokkir þið ekki bara. Ég blokkir þið ekki, það er rekt á Facebook, Það bara nenni ekki að hlusta á Viljólm og ég blokkir þið. Já. Það eru margar leiðir sem að eru einmitt, hvers konar svona, ég held að Páll Leitin skóla kallaði þetta ofbeldi, hann var oft með pörin skynsem og ofbeldi, Ofbeldi byrstist í mörgum myndum eða einhver svona valdbeitning, það blokkera eða ég bara segir að þegja eða snýndur fyrir þér eða bara segja ég veit og ég einn hef vit á þessu máli, eitthvað svona, við hefum svo marga leiðir. Viljálmur skelli í góm. Akkurat, talar hann og Fílabeinsturni akademíunar, hvað er hann að setja ofan í við okkur og þess vegna, þetta er endar ein leiðin fyrir því að ég vel farvegur samræðunar
það sko, í samræðu engin, sko, þú ert ekki kennivaldið nýja viðmælandiðinn, sko, það að vísu ákveðna tegundir, það eru bara sérstakar tegundir samræðna. Ég nefndi áðan lækni og sjúkling. Það er óhjákvæmilega kennivald þar. Ég held að þetta bara hluta gagnseminni. Yfirheyrslan sem að sömjum blaðamenn vilja stunda og löggan stundar. Já, það eru, þess vegna er mjög mikilvægt. Ég er bara að spyrja þig. Já, við erum alltaf að hafa aðstæðunar. En svona, sko, ég held að sem svona siðferðileg hugmynd, samtalið sem siðferðileg hugmynd eiginlega þetta að það ekki, sko, þú ert ekki í eintali við sjálfan þig og siðarleikurnar og samviskuna að leggja eitthvað niður, heldur við mætumst og metum það saman og þá þurfum við að lúta ákveðnum, leikreglum ef við notum það orð eða sína ákveðna virðingu fyrir bæði viðfangsefni og viðmælanda og þarna finnst mér finnst þetta svo góð vegna þess svo raunverulegt. Þetta okkar leið nema eins og við höfum mikið verið að tala í dag, að við höfum verið að fara frá henni. Það að segja, vegna þess að við erum farin að flýja, það komna þessar lendur ljósvakans sem stækka svo mikið þetta einræðuform og staðhæfingastíl. Þessar arjur sem þetta syngur bara út í tómið. Já, og hvernig snúum við ofan að því? Þegar við að tala að við mætumst, má maður ekki vera líka svolítið svona skaldleri með að segja að við tölum saman og við hittust í samræðu sem að við sáum ekki fyrir. Þannig að það er ekki eins og við séum að hittast á tilteknu leikvelli, heldur verður skapast samræðan á milli okkar. Nákvæmlega. Þannig að við njótum hennar sem að við gátum ekki búið til nema báðir tveir. Þetta finnst mér, sko, ég gerir einmitt svolítið úr þessu. Þetta er þessi galdur samtalsins sem verður bara. Við leggjum ekki á ráðin þetta. Og þetta er eitt munurinn á, sko, ég held að sko, einlægt samtal, það tekur þessa áhættu. Við bara einhvern veginn leggjum okkur svolítið í samtalið og það fer síðan bara lítur sínum einu lögmál og leiðir eitthvert og við verðum jafnvel bara hissa og glöð. Vá, þetta var bara að gerðist eitthvað í þessu samtali og heldur en ef þú mætir og ert með eitthvað upp í erminni og ert að reyna, talan inn á eitthvað, við þekkjum þetta og þetta er mjög áhugaverð. Ég sé 1985 skrifaði þú Vilhjálmur. Já, akkurat, já, það er eitt. Og annað er líka að þegar þú fattar í lok þess að það er búin að einhver vinsamlegu spjalli, þá kemur allt í einu, ég ætlaði nú annars að slá þig eitthvað svona, sko, þá eiginlega grefur undan, sko, þessu ánægilega aðdraganda vegna þess að það var alltaf, punkturinn var alltaf að fá mikið mig upp til þess að verða við einhverju beiðni. En við þekkjum öll svona og þetta er... Og við erum mjög næm á þetta. Við erum mjög næm á þetta og þetta er eiginlega, þarna held ég þetta kantíska innsæi hann var verið að nota mig, sko. Við erum náttúrulega hópdýrið þarna við varðveldin, við erum mjög næm á öll þessi samskipti, sko. Já. Og stundum er fólk að tala til dæmis hvort þessi vilhalt eða óvilhalt og svona. Mér finnst fólk alltaf gera mikið úr þessu að því ég held að fólk sé næmt fyrir þessu. Að þú skynjar mína hagsmuni mjög fljótlega þótt að við verðum bara að tala hvernig bíómyndin í gær var. Ég held að við ráðum mjög vel við svona alls konar blæbrigði og það er svona heiðarleikin í samtalinu, hann er ekki sá að við förum að leika eitthvað svona hlutlaus fyrirbrigði, komum við bara eins og við erum. En er ekki kannski málið það að við ættum að tala samræðuna svolítið upp, að hún var kannski hversdagsleg lengi vel og núna þegar við erum að missa hana, að þá þurfum við að finna aðferð við að svona lyftinni svolítið upp og tala að hún er eiginlega lykillinn að mennsku. Ef við tínum henni, þá tínum við mennskunni. Ég held það. Það er bara þannig. Já. Og þá er spurningi, sko, hvernig lyftum við henni upp? Því að það þarf líka einhvern veginn að vera, við gerum það ekki eins og leikendur á sviði sem að fara bara í einhver hlutverk, heldur við þurfum að finna eða sko styrkja einhverja náttúrulega farvegi sem að ræsa þá fram
þannig að þetta verði bara okkur þessi náttúrulegi eiginleiki sem held ég Aristóteles laði svo réttilega, þetta er farvegur skynseminnar. Þannig þetta er eiginlega markmið, það er sem að mér er alveg sama hvað þið gerir Vilhjálmur minn, en talið saman. Já. Þú veist að það er eiginlega markmiðið. Hver niðurstaðan eitthvað verður, það er eiginlega aukatriði. Já. Af því að við erum alltaf að tala um niðurstöðu eins og valkostinni séu bara að velja á milli ykkurs og þarlegandi er samtalið eiginlega tilgangslaust. Þetta er eiginlega afbrigði því sem ég sagði áðan. Það er ekki held ég stóra máli hvort að niðurstaðan á laugardaginn verður já eða nei. Heldur hvernig við komum staðinni. Og það lítur ekki vel út. Það lítur ekki vel út. Nei, þarna datt ég Pétur að segja fyrir hvort, en já, ég veit, nei, akkurat. Þetta er ekkert sko búið að vera stórkostlegt, að vissulega sé að þannig að það er alveg að horfa á umræðina og það er alveg heilmikið að viti umræðinni, ef maður tekst að sko fleita ofan að því mesta vitlausuna. Það er ekki þannig að vanti vitræn umræðu. Nei. Nei, það bara hittir bara svo fyrirferðan. Já, verður oft mest áberandi. En þetta með, sko, sem sé, sko, maður horfir náttúrulega oft gjarnan til skólakerfisins og ég held að svona einhvers konar samræðu menntun sé mjög mikilvæg. Eitt kaflinn í bókinni minni er ég er reyndar, sko, stundum að tala við aðra, eða eins og til þess að fjallum bók Sigrúnar, Aðalbjarnardóttur sem að fjallaði mikið samtalið í menntun og ég held að sé alveg gríðarlega miklu möguleikar í því í menntakerfinu að gera sko hvað er að nýta sér samtalið í svo mörgu tilliti sko. Bókmenntir og já. Þessi bók er náttúrulega, þannig að situr bara einhver maður og sendir Aríu út í samfélagið. Ættir þú ekki miklu frekar bara að fara á Kívanisfundi og vera í samtalið við fólk? Ég er að fara á Rótarifundi núna í næstu vikur reyndar og ég hef ekki gert það sko í áratugi sko. Ég finna það sko þó þetta sé greinasafn sem að svona kemur sko og ég finn alveg að það er einhver stund samræðuna held ég, sko fólk finnur henni ógnað og þá er ég sæti ekki hérna ef ég var ekki sammála því sko. Já. Því að við erum sko sannarlega eða mín trú allavega að sko svo fjölmiðlun sem okkur vantar núna er eiginlega bara að byggja upp samtalið. Já. Og ég er sammála því, mér finnst það feikilega mikilvægt. Við erum bara að skoða, við erum að skilja heiminn. Það er ekki svo stað að við að velja á milli ykkur að tekja kosta sem einhverju sérfræðingar að koma stað. Þetta verður það mjög mikilvægt að við séum sjálf. Já. Ég held að þessi hlutin að virku lýðræði. Þetta er upplýsingahugmynd. Kjósandinn eða borgarinn líti svo á að hans afstaða til málana skiptir máli. Mjög mikilvægt. Ekki það að hann sé bara út í búð að kaupa kókabössu eða sirjó sko. Nei. Eins og þessi allt komið þetta er ekki neyslukostir sko. Þetta er sko, borgarinn og virkni hans og hugsun hans og samræðu vilji og samræðu hefni eru lykilatriði sko. Og það er ekki það að vera rosalega klári að koma fyrir sig orði. Heldur að vera sína viðleitni til þess að eiga að taka þátt í samtali og hlusta á aðra. Þetta held ég að sé. Og þetta er eitt af því sem er núna svolítið hættu út af þessum tækniþróun sem við höfum nefnt. Og ég held að auðvitað, sko, stundum er ég meina, kona mín er kennari og ótt að segja að setja allt á skólana, sko, en og ég veit að skólarnir get ekki leyst öll mál og við þurfum á heimilunum auðvitað hvert okkar sig að þú varst að tala um að ræða við börnin þín og það er sem við þurfum að gera. Ég held að þessi besta ráðið er að fólk borðið saman kvöldmat og ræðið saman. Já. Það er líka undanhaldi. Það er líka undanhaldi. Það fólk er bara að beita í ískapnum sko? Já, beita og síðan með prívatskjáin sinn hver í sínu hotni leið. Og er svona með síman og segir, hvað segir þú? Já. En leið það er eitthvað búðalega svona, sko það er aldrei gaman að vera, og ekki gaglegt heldur að vera með svona, við erum tveir svona, svolítið fauskar svona að horfa krítist á þetta allt saman. Og sko, en ég held sko, að verða breytingar þegar fólk finnur ógnina held ég. Þetta er kannski alveg hobbesíst viðhorf að skynseminni dóttir óttans.
og ég held að við séum orðið svolítið smeyk við að við séum að glata einhverju mikilvægri vitt í samskiptaháttum okkar. Og þá vonandi, það er alltaf von þegar það er svolítið mannskepnan hegðar sig þannig. Já. Hún sprettur upp þegar það er virðist vera öll sund lokuð. Einmitt. Og þá gerist eitthvað. Já, og eins og í Bandaríkjunum, þar sem er búið að ganga frá verkalýðshreyfingunni, að þá er að spretta upp verkalýðshreyfing sem er kannski miklu öflur og kraftmeiri heldur en okkur. Þóttur séu að miklu minni svæðum. Já, einmitt. Og það er náttúrulega sagan bara kennir okkur. Það er mjög varasamt að fella einhverja dóma eitthvað, sko, við getum greint eitthvað ástand, nú séum við komin í eitthvað öngstræti og svo getur orðið strömmkvörf sem að spretta alveg ófyrir, eða sem sé ófyrirsjáanlegan hátt en einmitt í þá átt sem að felur í sér lausnir eða frækorn að þeim. Þetta er bara mjög erfitt að spá fyrir og maður er að vona sko til dæmis að ég er mjög hlynntur því til dæmis að þegar ég taka eða börnin er að leggja símónum sínu þegar þau kom í skólan og svona, ég held að þetta sé rétt leið sko og síðan gætu bara börnin unglingarnir sjálfur farið að finnast það rosalega eftirsóknarvert að vera ekki inn í þessum tækjum sko. En því verður ekki stýrt. Ég held bara að þarna hef ég bara einhverja trú á þrá fólks eftir samneyti. Já, að við þráum að vera mennsk, að við munum ekki sætt okkur við. Nei. Þetta endar á jákvæðum nótum, í vísjáverðum heimi. Hvað bara að fá þig hérna í samræðu, Viljónur? Það er það sem við leiðis og ég held við höfum glimt okkur í henni. En við höldum áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kaflar eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is